Komið þið hjartanlega sæl og blessuð hlustendur og áhorfendur í þetta kjöldið aftur eftir smá pásu af lausum ástæðum. Tölvuleikhússpjallið komið í nýtt stúdíó, one night only, very special episode. Við erum staddir í stúdíó Myrkur og nú ætla ég að nota galdur klippi hæfileika minna og benda ykkur á drengina hérna við hliðina mér sem að mega núna Það var klippt, ég fann það. Herðu, ég ætla að leiða ykkur bara, sleppa ykkur svona 30 intro, ég ætla að leiða ykkur bara að kynna ykkur. Já, ég skal bara byrja. Ég heiti Halldór Snær, ég er einn af 3 stofnendum á Myrkur Games og er hér framkvæmdastjóri og game director. Ég heiti Daði Einars og ég er leikstjóri á leikurunum í Mocapi og skrifa cutscenes og svoleiðis. Geðveikt. Fyrir ykkur sem vitum ekki, Arnór Gunnar, tölvuleikhússpjallið. Herri, við erum komin saman af því að við erum að fara að fjalla svolítið skemmtilegan hlut. Við ætlum bara að fara að fjalla hlut sem ég og Gunnar erum náttúrulega þekkjum mjög vel. Við erum bæði búin að taka viðtal við Halldór, búin að koma tvisvar við viðbót og búin að sniglast Hittu Aldísi líka við tekjum verið? Já, hittum Aldísi 2 ár. Mjög næs og hún er náttúrulega true professional og sagði ekki orð. Ógeðslega pirrandi, en við Hún vissi að við myndum fylgjast með, sko, hún sendi link og ég var að hlusta. Off the record þá sagði hann einu sinni, er Halldór mögulega hérna? Hann gæti að hlusta, ég ætla ekki. Nei, við ætlum að tala leik, en áður mikið það, þá bara fyrir þau eitthvað sem hafa ekki bara við að fylgjast með, þá langar mig eitthvað bara hvað er Myrkur Games? Já, Myrkur Games er íslenskt leikjafyrirtæki og við erum búin að vera að vinna að mjög stóru verkefni núna í mörg ár sem að eftir að þetta er komið í lofti er búið að tilkynna. Þannig að ég vil meina að við Myrkur erum búin að sitja á mest spennandi leyndarmál á Íslandi núna í svolítið langan tíma, þannig að við erum mjög spennt að koma því út. En sem sagt, eftir að þetta komið í lofti þá er komin stikla frá okkur úr leiknum. Það er svona raunverulega fyrsta sem við erum að sýna eftir að sitja í þögn í 5 ár að vinna hérna í myrkrinu. Þannig að við erum mjög svona á þessum tímapunkti, ég hlakka til að sjá þetta kemur út, en við erum mjög svona anticipating, svona spenntir og bara ég held að veri gaman að sjá þegar þetta kemur út og fólk fara að sjá aðeins hvað við erum að gera, sko. Og fáum að tala hvað við erum að gera. Fáum að tala það. Það búið að vera mikill spenningur að bíða eftir þessu tækifæri að geta sýnt. Ég sver, við erum ekki bara búin að vera að fela okkur í einhverju stúdíu og gera ekki neitt. Það er til leikur. Það er svona, þú fara að gera draumaleikinn en svo þarftu að sitja undir NDA í 5 ár. Það var bara, nei! Það er alltaf búið að þróast svo mikið yfir árin og það er búið að vera mjög gaman að fylgjast með þessu. Hvað eru svona, það komum mjög margir að tölvuleikja framleiðslu. Hvað myndi segja, er hægt að segja hvað eru margir búin að koma að framleiðslu? Já, við erum 40 í staffinu hérna og langflest hérna út á Granda í okkar stúdíu hérna á Íslandi. Og við erum ekki með mikið af outsourcing eða neitt þannig, en við erum náttúrulega störfum með útgefanda og þeirra hlutverk í þessu samstarfi er markaðssetning og dreifing og þýðing og gæðastýring, en okkar hlutverk sem stúdíu er bara búa til leikinn, bara gera leikinn að til lög, sko. Og þannig að þetta er þéttur hópur og það er yfirlega svona okkar sérstæði einhverju leiti líka sem fyrirtæki. Við erum að gera mjög metnaðarsaman leik, mjög stóran leik, en á sama tíma erum við að gera það með teymi sem kannski er mun minna en það sem maður myndi vænta. Þannig að þetta er svona mikla andstæður að því leiti, þetta er mjög stór leikur en ekki það stórt teymi, sko. Það er mynd líka einstaklega gaman við að vinna nákvæmlega á þennan hátt er að maður þekkir alla sem eru í öllum sviðum. Já. Að ef það kemur eitthvað upp þá er rosalega fljótt að setja saman teymi innan teymisins til að tækla hvert einasta vandamál eða finna út hvernig við leysum úr því. Svona stuttar boðleiðir. Já, einmitt. Það er ekki mikill svona infrastruktúr eins og kemur á rosalega stórum verkefnum. Heldur er þetta bara Discord símtal og heyrðu ég var að sjá hann bug getur að laga hann, skilur, og við tölum þannig saman okkar á milli. Þetta er ekki punktur, þetta er það sem er skemmtilegast að vinna í aðeins minna teymi, er að það er allir bara first name basis, það er allir bara í potabriði ef mér finnst eitthvað vera að þeim í hugmyndi eitthvað, við erum bara á kaffiborðinu og boðlínunar upp á að gera eitthvað í því eru svo stuttar, við bara, ef við gera þetta, já, ok, þá bara fyrir að gera það. Það er bara ping-pong, það var eitthvað að koma núna bara rétt áður en við fórum í loftið hérna og spurt mig út í hvernig það virkaði og ég segi, ég veit ekki en ef þið talið við Hilmar og svo var það bara, nú eru þeir að díla við þetta og það þarf ekki að vera flóknir en það, skilur, þetta er bara... Það þarf ekki að búið til beiðni sem þarf að... Já, við erum að tala einhverja boðleið, sko, en þetta er, myndi ég segja, sko, miklu meira agile heldur en, og það er það sem er svo skemmtilegt að vinna í svona fyrirtæki af þessari stærðargráðu, er að við erum þéttur hópur, þetta er geggja fólk sem er hérna,
og það allir algjörar rockstjörnur á sínu sviði. Þannig að það við treystum líka hvort öðru bara til að taka keflið og ef einhverjum hugmynd að setja það áfram sko. Og leyfa þeim að ráða því líka bara. En það er rosa mikið agency hjá fólkinu og rosa mikið bara raddirnar allra hafa bera með sér mikla þyngd, þannig að bara við erum sem teimi að búa þetta til algjörlega í svona teimistær sko. Bara allir eru mjög mikilvægir contributors. Það er mjög gaman að hugsa til þess að núna erum við hér að taka þetta upp, bara svona góðu chili og núna heyrist mér að mögulega svona herbyggi uppi á annarra hefði eitthvað svona eins og í Sam Sveinsson þar sem að allt Pappírar út í loftið. Það klárlega svona, ég myndi segja það sem við finnum fyrir núna í aðdraganda að fyrir að styttast í útgáfu hjá okkur og það sem við finnum klárlega fyrir að það allt að gerast á sama tíma. Þetta bara everything all at once, einhvern veginn bara. En það líka gaman, það hasar. Já, Hasar, hvernig tilfinningin núna að vera að sigla upp úr 5-6 ára tímabila sem við ekki segja neitt. Það er rosalega léttir, en það sem er furðulegt við svona stór verkefni sem ég hefur alltaf komið mér á óvart er að ef við höfum farið 5 ára aftur í tíman og talað við okkur fyrir 5 ára síðan að segja að við værum hérna núna, það væri okkur ómögulegt að trúa því á ákveðinn hátt. En á sama tíma, hvert einasta skref á leiðinni hefur verið rosalega lógískt. Það hefur alltaf verið næsti hlutur sem við ætlum að gera hefur verið voða greitt fyrir okkur. Þannig að núna þegar við erum að fara í það að fara að setja út trailer, við erum að fara í það að fara að gefa út allir þessir hlutir, það er komin réttu tíma á þetta. Það er ákveðin svona öryggi að vita að við erum búin að vera að gera sem við hefum gert. Við erum búin að vera að gera mjög mikið sko. Þannig að það er ákveðin léttir yfir því öllu. Þannig að það er merkilega mikið rólegheit held ég líka. Samanblandað við allt kaosið að vita að við erum búin að vera að standa okkur vel hingað til, við getum. Ég held að það er alltaf stressandi náttúrulega að varpa ykkur út í heiminn og vona að fólki líki við það. En þegar maður er búin að vinna einhvern svona lengi líka, þá einmitt eins og Daði segir, þá er ákveðin léttir að bara, núna er þetta bara að fara út og við erum bara, og okkur líður ágætlega neða, sko. Að vita að pressan muni minnka á einhverjum tímapunkti, það er að hún muni alltaf að fara upp í einhvern tíma, en við erum að nálgast endalóginu rosalega léttir. Það er ekki. Hvernig myndu þið lýsa þessum leik í einni setningu? Í einni setningu, ef það er hægt. Ég myndi segja að þetta væri sögudrifinn hasar-ævintýraleikur í nýjum ævintýraheim sem að dregur mjög ríkan innblástur af Íslandi. Ísland er svolítið DNA bara í gegnum leikinn. Þannig að ég held að það sé kjarnið þetta í einni setningu með viðbóturinn sem ég bætti við að dendum að denda í saman í lokin, sko. Sleppur þetta? Er þetta leið? Já. Sleppur, right. En þá svo, bara einmitt, það að búa til leik eins frá Íslandi auðvitað að gera það með Íslandingunum. Hvað var kveikjan? Hver er innblásturinn að gera þetta verkefni svona? Það var, ég myndi segja fyrir okkur að það var mikið tækifæri sem við sáum. Þetta er náttúrulega okkar ástríða. Það er náttúrulega nummer 1. Bara okkur langaði ógeðslega mikið að gera þetta og þetta var, við stofnendur komum úr námi í tölvugerð og vorum búin að stefna þetta bara síðan við vorum krakkar, sko. En að nákvæmlega þessu verkefni þá var þetta bara svona blanda af aðstæðum og tækifærum, sko. Við sáum að í tækni, hún var að þróast rosa mikið áfram, þetta er áður en Unreal Engine 5 kemur, þá erum við eiginlega að veðja á að þessi lína rætist, sko. Ég var ennþá að borga fyrir Unreal Engine í háskóla og bara eitthvað, af hverju er enginn að vinna í þessu, þetta er crazy, sko. En það var líka bara við sáum að motion capture var að vera aðgengilegra, að skanna var að vera aðgengilegra, að framleiða leiki á þessu umfangi var að vera aðgengilegra. Þannig að það skapaðist tækifæri fyrir smarri eða miðlungsstór teymi til þess að gera stærri vöru heldur en sé áður. Og svona, þannig að hafa tæknitækifæri, en á sama tíma var líka okkar upplifun að á markanum þá vantaði bara fleiri, meira kreatív, millistóra leiki sem voru að delivera bara góðu punchy og okkur sjálfum fannst það vanta, sko. Þannig að bæði var þetta tæknitækifæri og markastækifæri og okkur fannst þetta að vera mest spennandi hlutir í heim til að gera. Þannig að það er svona sú þrenna held ég kom saman, sko. Nú er þetta mjög svona metnaðarsamur leikur. Já. Er þetta fyrsti íslenski AAA leikurinn? Þessar skilgreiningar eru death on me, sko. AAA er yfirleitt skilgreint sem budget, sko. Þannig að ef þú myndir budget flokkaleikinn þá erum við AA, squarely. En ég myndi segja að við erum AA með metnað í AAA. Þannig að við erum að delivera pakka sem er að delivera mikið af því sem AAA-leikir er að gera, en á blaði þá erum við 100% AA með teymistarfi AA og umfanga AA og budget AA, sko. Hvað myndu segja, hversu mikið hluti á þessum leik er Ísland eða íslenskt, svona þannig?
Ég myndi segja bara mjög stór hluti, sko. Við erum búin að skanna meðal annars, bara Ísland er algjörlega DNA bara í gegnum allt, bæði útlit og upplifun og bara sögusmíðum og allt þessu, sko. En við erum búin að skanna allt Ísland, bara hérna bara Reykjanesið og við erum búin að skanna jökla inn í leikinn, svo best ég veit fyrst í heiminum til að gera það. Við erum búin að skanna heilu fjöllin, Kirkjufell, við skönnuðum það bara allt í heilu pakki, svo fengum við bara aðsett og bara Kirkjufell inn í leikinn. Þannig að, maður bara, ok. Við erum með allir þessi stóru stopp hérna heima, við erum með rosa mikið af fossum, við erum með Stuðlagil, við erum með Reynisfjöru. Þannig að þetta ég myndi segja eins og, Nýja-Sjáland fyrir Lord of the Rings rosa mikið partur af DNA-inu af öllu hvernig það Það myndi segja Ísland, af því að þetta gerist ekki á Íslandi, þetta alltaf nýr ævintýri heimur. En það svona stór partur af því, en líka sömuleiðis ef við hendum boltanum með þig. Við getum remixað þessi umhverfi á hátt sem býr til nýjan fantasíuvettvang. Þannig að Reynisfjara ekki við hliðin á Vík. heldur hún þar sem við ákveðum að setja hana og hún má vera við hliðin á Kirkjufell ef við viljum og við getum púslað og búið til okkar eigin umhverfi á hátt sem býr til nýjan fantasíuheim en hefur þetta lúk af íslenskri náttúru eins og myndið þekkjana. En svo erum við alltaf með íslenska leikara, með íslenskur heim, við erum mikið íslenskur nöfnum. Já, það eru verur í leiknum sem við notum íslensk nöfn á. Ef þið hittið skrímsli í leiknum þá erum við búin að búa til íslensk nöfn á þau öll. Og þau tala íslensku? Þau tala íslensku, durtarnir. Já. Það eru durtar í leiknum. Bara svona að vera skjótinn 10 af 10. Já. Þegar þú hittir þá byrja þeir drepa og það ráðast á þig, sko, þannig að það er geggjað. Ég held að Íslendingar muni skemmta þessi konungli yfir þessum leik. Sérstaklega Karl Ágúst Úlfsson fer á kostum sem aðal travel companion þinn og hann er bæði bráðfyndinn en sýnir líka á sér þessa rosalegu leikarahæfileikara sem maðurinn er með eftir fáránlega fullkominn feril í íslensku mídía þar sem hann býr til ákveðin svona við bara urðum að vinna með hann vegna þess að það er svo mikið samband sem þegar maður er að tala við hann þegar Aldís og Kalli eru með senu saman maður finnur strax fyrir hjartan í honum og það er svo létt að verða ástfanginn á honum þegar hann er að bara vera fyndinn og skemmtilegur og svona pappavæpi í honum einhvern veginn þannig að ef þú vilt spila tölvuleika röltum með Karl Ágúst Úlfsson sem surrogate pappa þinn þá er þetta hvergi annars staðar að færi þá upplifun, sko. Þau eru líka geggjað dúó. Þau eru svo skemmtilegt kontrast inn í leiknum og eru algjörlega hjartað í leiknum. Aldís og Kalli og karakterinn sem þau leika sem Rinn og Abraham í leiknum sem það aðalkastið. Þau eru bara, það er eiginlega hjartað og enn og aftur til að hoppa í Lord of the Rings. Eins og Sam og Frodo og kannski Aragorn. Það er það sem þér er samum, að Sam og Frodo skilurðu faðmist í lokin og sættist og hættir rífast við Gollum og Aragorn verði kóngur. Þau eru algjörlega þetta hjarta í okkar leik, sko. Þannig að þau eru ógeðslega mikilvæg fyrir okkur. Maður fann það líka alltaf þegar maður var í stúdíónu með þeim, sko, að það róaðist. Að ef maður var að hafa áhyggjur af ykkur eða það var erfiður dagur eða við erum með einhverja featura sem við vitum ekki alveg er þetta að fara að virka eða ekki leið og við heyrum Kalla og Aldísi vera í karakter að djóka þetta eða vera að tala saman þetta að það ofan á þetta býr til þessa frábæru svona dýnamík þar sem maður þau gera þetta allt alvöru einhvern veginn að svona tengi þetta saman það á tónlistin, sko. Já, þetta er, maður alltaf búin að sjá, ég kalla hann ekki Kalli. Karl Ágúst. Fyrir mér er það bara Karl Ágúst. Maður er búin að sjá henni svo ósla mörgu. Maður er líka búin að sjá Aldísi og svoleiðis, en Karl Ágúst, Kalli, er búin að vera það mun svona stærri hluti af lífinu manns. Þannig að, ég persónulega, ég hef mikið að hlakka til að spila leikalelement, þá er þetta, það er svo gaman að sjá svona annarkvort leikara eða eitthvað í einhverjum aðstæðum sem eru ekki vanur. Og ég ætla bara að vera fullkominn hreinskilinn þegar ég sá prómómyndina af einmitt Aldísi Ama og Karl Ágústi í mocap sem var á síðan ykkar í smá tíma. Ég man ekki hvort ég búið að sá þetta prómó. Maður var svona Bara hvað er að gerast? Hvernig er þetta að gerast? Nýbúinn að horfa á Ármúndaskaupið þar sem hann hann og Latti eru moldabóndarnir í Laugardalnum, Kalli mun koma tár í augun að þér, í alvörunni. Það er magnað hvað hann er með mikla hæfileika sem dramatískur leikari sem við höfum ekki séð jafn mikið. Ég held að flestir kannast við hann og gríni einmitt, sko, en hann er með allt reynsið, sko. Og það að hann er fyndinn gera hann bara ennþá betri í dramaðinu, af því að þú tengir við hann, þú hlærið með honum allt í náttúrulega þetta besti vinnu þinn og svo fer eitthvað að gerast eða verður eitthvað erfitt. Það býr til þessa raunverulegu tengingu á milli þín og karakterinn sem bara magnað. Hvað svona leikurinn hefur alltaf breyst mjög mikið.
skjóta á. Getið þið talað eitthvað um það? Hvernig hann hefur breyst frá svona byrjun? Við getum alveg aðeins opnað það, held ég. Þú númlega varst að tala áðan að þetta er eitthvað sem okkur er alltaf langað að gera og það er satt alveg í grunninn, en á sama tíma er það sem okkur hefur langað að gera að breytast og þróast og það væri stór hættulegt af okkur að ekki hlusta á þær raddir sem að segja okkur það er actually betra ef við gerum þetta eins öðruvísi, það er actually betri leikur eða það mun vera skemmtilegra fyrir okkur og það er alveg skemmtilegra fyrir leikmenn ef við finnum þennan veg og verðum ástfangin upp á nýtt af leiknum sem við erum búið til að hverju sinni. Þannig að fyrst þegar við vorum að þessu áður en ég kem þá erum við að gera sandbox, open world leik. Ekki alveg open world, nei, en var svona aðeins öðruvísi sko. En ég myndi segja, meiri segja frá því, bara að því að þróun leikja er eitthvað sem að kannski fæstir kannast svona við nema hafa bara verið í miðum kliðum að því. En þetta er raunverulega miklu meira iterative ferli heldur en fólk kannski gerir ekkert grein fyrir. Því að þau verið kvikmynd til dæmis. Þá ertu bara með handrit og allt skotin plönuð, mætir og setti, tekur upp, áfram, En í leikir er ekkert svona. Við erum að taka upp söguna á hana game mechanic stundum til. Þannig að, og svo er game mechanic sem við gerum á einhverjum tíma og það kannski breytist og þróast í gegnum þróuna og kannski bara kötta alveg. Þannig að við þurfum alltaf í gegnum þróunatíman að vera konstantlega að testa bæði sjálf til að sjá hvað finnst okkur gaman, hvað er geggjað, en líka bara með fólki sem kemur inn og prófa. Og það er, ég held að fyrir fólk sem er fyrsta stiginn í iðnaðinn, kannski kemur mest óvart hvað það er raunverulega mikil ítrun í svona. Við erum búin að sjá alveg margar útgáfur af leiknum í þróun, allt í sömu stefnu, en það tekur á sem mismunandi form og það er þetta uppgötunarferli sem Daði nefnir hérna, sem er, við kannski prófum okkur og ok, þetta var hugmyndin en hún lendir ekki alveg, þannig að kannski 3 mánuðum seinna þá opnum við bakendar aftur og segjum, ok, við viljum ekki gera þetta betur, förum aftur inn, brainstormum, finnum af hverju þetta var ekki að virka, hvernig getum við látið þetta lenda, og þannig að oft þegar maður er að setja saman, þegar upp í staði, þá er þetta, ég ætla ekki að kalla þetta happy accidents, en þetta er svona smá þannig, þú bara svona gerir það. Þú verður að leyfa happy accidentuna að gerast. Já, þú verður að passa að vera ekki of fastur í einhverju stefnu, sko. Þannig að þú sleppir aðeins og svo pröfar að fikta og svo ok, og stundum erum við í stöðu þar sem við erum búin að taka upp senu, en málið er bara að leikurinn er skemmtilegri við breytum. Þannig að við þurfum að breyta senunni til að láta passa, við þurfum að gera aftur til að búa til betri leik og það er þessi ítrun og stundum er hún rosalega skeri, en hvert einan skipti held ég að leikurinn hefur orðið betri og betri og betri. Alveg 100% alltaf, þetta er alltaf borgað sér sko. En það er líka með það, að með svona leik er að þetta er náttúrulega, eins og við tala um 40 minna teimi, það er allir raddir, þannig að það er ekki eins og ég sem gendirættur mæti bara og hérna er nákvæmlega framkvæmdaráætlunin, þetta er öll game mechanicin, þetta er nákvæmlega saman, það virkar ekki, af því að þú þarft allt þetta fólk sem að spila leiki daglega og eru að upplifa þetta daglega og elskar þessa leiki ógeðslega mikið og þau eru öll drifin til þess að gera þetta að því besta sem það getur hugsalega verið. Þannig að þú þarft að hlusta á feedbackið, þú þarft að hlusta á hugmyndir sem koma og ég held að eitthvað sem okkar teimið er sérstaklega gott í er einmitt að vera mjög móttækilegt á þetta. Þannig að teimið er alveg hiklaust að pota ykkur annað og segja væri þetta ekki betur að þetta væri svona eða hvað með að gera þetta svona, ég með geðu eitthvað hugmynd, eru tilbúin að kollherpa öllu fyrir þessa hugmynd og fólk bara, það er geðveikt, gerum það. Þannig að það er alveg þetta dynamik sem er fyrir mér svo ógeðslega precious í teiminu og þetta traust fólks á milli til þess að geta talað um hugmyndirnar, geta gagnrýnt og geta búið til það besta sem hægt er að búa til. Ég var bókstaflega daginn að segja á nákvæmlega þessu, það var einhver hugmynd sem kom upp og við vorum að breyta einhverju til og ég var að vinna sem brjálæðingur. Og einhver var að spyrja alveg, hvað er eiginlega í gangi? Og ég sagði, Dóri var með einhverja hugmynd og andskotinn, hann hafði rétt fyrir sér. Þannig að ég þarf að fara að vinna. Mér ágæði að rífast við hann, en þetta var miklu betra. Og það er alveg back and forth, maður gerir eitthvað og maður heldur að það sé geðveikt og svo bara fer þetta í hendurnar á fólki hérna inn á hús og það er bara... Og það fer maður tilbaka. Já. Þú veist, ok, förum aftur og pröfum hinn. Já, prófum hitt. Og það er oft sem við höfum bara farið í gamlar hugmyndir. Við gerum eitthvað uppalega og kannski rættist það ekki alveg því að framkvæmdin var kannski ekki upp á 10 en hugmyndin var geggjuð og við kannski færðum okkur frá hugmyndina því að við heldum að þetta er ekki alveg geggjað. En svo gerum við eitthvað annað, það virkar ekki og þá actually, erum við búin að bætast í framkvæmd yfir tíma, því þetta er kannski 6-12 mánuðir. Þá horfum við aftur tilbaka og upplifa hugmyndina og segjum, actually, hugmyndin þetta var rock solid. En núna þegar við erum búin að læra þetta, þá getum við actually gert framkvæmdina miklu betri á hugmyndinni og það er alveg, ég myndi segja, fyndi hversu oft við förum aftur og bak og í full circle sko, með þróun. Og alveg frá upprunalegu hugmyndinni þannig að hún er óþekkjanleg sko, og það að vera tilbúin í allar þessar breytingar er rosalega mikið tölvuleikja development sko. Killi og darlings er svolítið mikilvægt sko, að vera að skilja að þetta er ítrunarferli, þú þarft alltaf að ítra sko. Þetta er svona, maður þekkir svona kvikmyndagerð að einhverju leyti
maður þekkir alveg tölvuleikjagerð, en það svo fyndið hvað maður heldur þetta svipað og svo þetta bara ekkert svipað, sko. Ekkert svipað, bara engan veginn, sko. Nei. Það rosa algengt til dæmis margir leikir, þú veist, þeir eru settið saman að þá sagan tekin upp sko seinast, raunverulega. Þú veist, þannig að þú smíðar öll levelin og gerir alla virknina og svo bara, ok, þetta svona sirka þráðurinn og svo tekið upp. Við gerum það ekki alveg þannig, þetta sögu drifið upplifin í okkur, við vinnum báða hliðara teiningnum saman, sko. En það því þetta 5 ára ferli að gera svona, að, þú veist, að þá bara, það svo mikið þróun sem á þessi stað og þetta að því leyti allt öðru en kvikmyndir í framleiðslu, sko. Hvað gerir leikinn einstakann, ykkar mati? Það ég myndi segja að það er alveg margþætt, sko. Þú veist, við vildum ekki gera gimmick-leik sem með, þú veist, hérna einu hluturinn, þú veist, þessu Portal, sem bara Portals. Og ég er ekki þessu Portal, elska leikinn. Við heyrðum þessu Portal. En ég myndi segja, þú veist, fyrir okkur þá þetta blanda af nokkur þáttum. Þú veist, í fyrsta lagi náttúrulega, þú veist, þessi nýja ævintýri heimilishjóttastíginni sem tekur innblástur á Íslandi. Þú veist, það mjög ríkt í gegnum leikinn og gegnum allt í leiknum. Númer 2 það að við erum að blanda saman, þú veist, combat, við erum að blanda saman puzzles, við erum að blanda saman mjög mikið platforming og allt það með companion með þér. Þú veist, þannig að þessi blanda, þú veist, hvernig hún sett saman eiginlega hvað gerir okkar leik að okkar leik. Þannig að þú veist, þú ert kannski með ákveðin game mechanic sem kannski kunni vera leiki, en þú veist, þetta alltaf sama dæmi, þú veist, 80% familjar og svo 20% nýtt yfirleitt svona gullna reglan. Þannig að þú vilt ekki gera eitthvað algjörlega ókunnugt við svona leik. Þú vilt að fólk taki fjárstyrkuna og skilji hvernig það lemur og blokkar og gerir hitt og þetta, en svo viltu þróa ný mekanik sem að svona draði inn og gerir þetta áhugavert. Þannig að það ég myndi segja, þú veist... Hvernig einn berst með sverð og göldrum til dæmis. Já, hvernig það blandast saman, sko. Þannig að þú veist, kombatin okkar, þú veist, það kombat í mörgum leikjum, en kombatin okkar samt öðru sinni í öðrum leikjum. Þannig að þú veist, og hann útfærður þessu. Þannig að það margir svona þættir sem við snertum á sem gera leikinn mjög frábrugðinn öðrum leikjum. Ég myndi segja kannski eitt af annað lykilatriði sem leynt með okkar sem hefur ekki verið gert í mörgum svona leikjum, að við erum með þess að leikurinn kaflaskiptur í 10 kafla og þú veist, hver kafli hjá okkur mjög frábrugðinn. Þú veist, ef þið eru búin að horfa á stikluna, við vonum að þið séu búin að horfa á, að þá sjáu þið, það mjög ólík umhverfin. Þú veist, það bara rosa fjölbreytt. En það líka, þú veist, inn í þessum umhverfum mismunandi game mechanics. Þannig að, þú veist, eins og klassískt í svona leikjum, þá myndir onboardast alveg fyrstu 3 tímana. Þú bara lærir öll basic mechanicin og svo bara spilar ekki söguna næstu 10 tíma. En við erum konstantli hendi í nýjum mechanic og við erum með mjög breytt óvinúrval. Þannig að þú veist, alltaf þú klárar kafla hjá okkur, að þá bara svona completely bara flettur í blaðsíðunni, það bara nýtt umhverfi, ný mechanics, nýjir óvinir, þú veist, þannig að það rosa svona continuous onboarding í genum leikinn og alltaf vera hendi í nýjum áskorunum, nýjum mechanics og það fyrir mér svo mikilvæg partur af þessar ævintýraupplifun. Þú veist ekki hvað er bak við hornið, þú veist ekki hvaða umhverfi að fara að hendi í næst, bara eitthvað rugl, skilur við. Uppáhaldspartnir mínir á tölvuleikjum oft þegar maður að kveika þeim í fyrsta skipti og maður að læra það upp á nýtt, skilur við, og svo byrja það að opnast og hvað maður geti fengið þessa glænýja hluti í upplifun reglulega í gegn, þannig að þetta næstu í svona episodic mechanics. Það hljómar freka vel, sko. Ég man að teimið að þannig að fyrst þegar ég var að pitcha við teimið, það var bara eitthvað, þannig að þú vilt að við gerum 5 töluleiki. Ég bara, já. Venjulegur fundur með Dóra, sem sagt, summarize. En þau náðu algjörlega negla framkvæmdina því, þannig að ég myndi segja að það eitthvað sem stendur mjög stórt við okkur. Þannig að íslensku umhverfin og íslenska DNA í leiknum, okkar blanda af combat, platforming, puzzles, og þessi þema skiptnir og kafla með nýjum mechanics og nýjum umhverfum bara á bak við hvert horn. Þannig að þetta rosa breiður ævintýraleikur sem held ég dreifur fólk alveg eins. Það hljómar rosalega vel. Maður er að þekkja eftir að spila leik kannski í nokkra tíma. Maður svona að fara að komast í lokin og maður er bara einhvern orðinn allt og góður. Samdögnar svolítið. Já. Hversu oft hefur þú spilað töluleik og síðan svona rétt undir miðbiki þá, ég tek hann á næstu helgi, og svo lengjast spila og síðan allt í einu ekki að spila hann lengur? Hvað með við getum bara haft hann gaman allan tíman, nýtt alltaf? Þetta bara hljómar að vera að þú veist, við höfum talað um alveg mjög oft í þáttunum okkar. Ég veit ekki hvort að hlustendur séu komið ógeð að heyra þetta, en þú veist, ég sagði fyrir einhvern mánuð, þá prófaði ég að rífa aftur í Red Dead 2. Langt síðast, bara svona ónlega að fara eftir Red Dead 2. Og ég kunni ekki að fara á hestbak. Ég var á hestunum, ég var eitthvað svona fór á stað og svo bara hvernig bremsa ég aftur. Gat það ekki, en að bara Arthur bara kastast afskilju. Ég bara þurfti að byrja upp á nýtt af því ég kunni ekki á leikinn. Bara það langur tíma það liðið. Og ég hef búin að nota það svolítið svona reference point fyrir þegar ég er að spila nýja leiki og maður er búin að spila það kannski 10 tíma og ekkert nægilega að klára þá. Og maður er bara svona, það er ekkert nýtt að gera. Ég kann leikinn. Nei. Fyrir mér, ég segi alltaf, ok, I get it. Já. I get it, ég kom með þetta, ég teki rosalega við það.
Þetta hljómar alveg spennandi, sko. Ég myndi segja, það er einmitt svona, það er ákveðin layera leiknum sem kunnur. Þið tekur fjárstýringarna, familiar controls og þetta, sko. Combat systemið byggist bara í gegnum leikinn og sami grunnurinn allan tímann. Já, en á sama tíma, þá erum við líka að ýta því mjög langt í gegnum progression í leiknum og þannig að hvernig inn byrjar með þessi combat, fyrsta kaflanum versus þegar hann komin alla leið í gegn, er allt annað. Það er svaka breyting á hvað abilities út með, hvað getur gert í partíum og hvað getur gert með companions. Þannig að það er rosa þróun á öllum kerfum líka, sko. Svona innri þróun, sko. Stórt skemmtilegt svona skill progression system sem við erum að vinna með. Já. Fyrir utan það get ekki sagt hlaðvarpsstjórnendum neinu leikinn. Hvað er svona búið að vera mest krefjandi við ferð? Ég held að það er ólík spurning hvernig þú spyrir. Já, fyrir mér er það við erum að læra þetta ennþá. Já. Og þú komst þessi lorða einhvern tímann daginn að við erum búið með háskólanámið. Já. Af því að við 5 ára ferðlega á þessu leikinn en ég er búinn að vera að vinna hérna í 7 ára orðið. Og mikið af þessu hefur bara verið það að við vitum ekki, við erum að læra. Og við erum að læra nýja hluti og við erum að uppgöta hluti alveg bara nýtt og öðru hvoru þá komum áskoranir sem bara þýðir að nú þurfum við að fara aftur að setja okkur námshattinn og opna Unreal Forums eða fara á YouTube og kenna okkur nýja hluti. En það er líka svolítið það sem er búið að vera rosalega gaman er að geta farið og pröfað eitthvað glænýtt frá grunni og tekið á sér nýjar áskoranir endalaust, sko. Ég myndi segja, fyrir mig allavega, það sem var erfiðast í ferlinu að við erum búið til nýtt hugverk er að, þegar við erum að byrja þá vitum við ekki nóg mikið um heiminn. Við erum ekki að gera eitthvað úr þekktu IP, við erum ekki að taka Lord of the Rings og vitum allar reglunar. Þannig að við þurfum eiginlega að ákveða, hvernig virkar game-mekanikinn, hvernig make a sagan sense með þessu hérna sem við erum að gera eða hvaða ætti að playerinn að geta gert í leiknum. Hvaða stíl erum við í? Hvaða artstíl er þetta? Þannig að allt þetta á sama tíma er að fara í gegnum ítrunarfasana og eitt hefur áhrif á annað. Þannig að og svo koma stóra breytingar snemma, núna erum við að tala um breytingar, það eru alltaf svona, beygjurnar minnka, en þegar við vorum að byrja þá var þetta svaka swing, við séum hver áttina. Og meðan varum að finna þetta, sko. Já, það hefur verið rosalegt og það hefur eins og segir áhrif á game mechanics sem síðan búa til ákveðna mechanics og síðan við fýlum ekki hana stíl, hvað getum við náða að interakta mechanicinu nýjan stílinn og þetta er allt svona. Ég get nefnt eitt dæmi um þetta er að þegar við vorum í þessum fasa að finna út úr þessu, það var mjög algengt að ég fekk bara línu senda mig á Discord sem var bara, ég er með hugmynda með game-mekaniki en ég veit ekkert hvort það passar henni í heiminn. En núna, af því að allir eru búin að þróta og stefnan orðin og var orðin svo skýr eftir þetta uppgötunarferli, er að þá einmitt er fólk orðin miklu meira sjálfstæðust og skilur heiminn, skilur hvað maður skapa og líka bara, af því að maður setja leik saman að gleymist. Það er ekki hægt að spila leikinn fyrstu 80 mánuðina, A til Ö, þú ert bara að byggja hver í sínu horni og svo ert að líma það saman. Þannig að þetta eru þannig áskoranir sem að þannig fannst mér vera erfiðst fyrir mig og fyrir teimið er í byrjun bara þetta uppgötunarferli, það er svakalegt yfirstíga, en svo þegar það smellur, þá smellur það. Þá er allir bara, já, þetta, og þá fer ég allt annað fasa. Þá ertu núna búin að átta á stefnunni og þá ertu að leiðrétta vektorina sem er ekki á stefnunni. Þá ertu bara eitthvað, þetta passar ekki alveg við núna hvar við erum lent með leikinn og hvert við erum að fara, þannig við þurfum kannski aðeins að fara hérna með stróklegri og eyða hérna eða íta aðeins tilbaka. En það var alltaf mikil áskorun fannst mér fyrir teimið einhvern veginn að komast inn í þetta groove, skilja allan leikinn, skilja alla söguna, skilja game-mekanikinn, skilja hvað við erum að setja fram og svo þegar það er komið að þá var miklu meira sjálfstraust fannst mér í teiminu bara til þess að framkvæma og taka ákvarðanir sjálft, sko. Ég kannski ekki talað mikið söguna beint, en svona að því erum við að tala mikið svona íslenski innblástur og svoleiðis, mér finnst svo áhugavert einmitt að þetta er alveg upprunaleg saga, þannig að hvernig var að einmitt bara svona að því eins og segir, þegar maður er að búa til eitthvað tengt Lord of the Rings, þegar maður er að búa til D&D campaign, hvað sem er, þá ertu með svo mikið af hlutum sem við getum svona, ég veit ekki alveg hvað það er hérna, ég er með svona hugmyndum að því hvernig er svona innblásturinn að gera söguna, að leiknum? Þetta var allir gangur á þessu, það var tímabil þar sem við vorum að reyna að búa til heiminn til þess að vera með grunn fyrir mekaník og svoleiðis og svo kemur út frá því kemur rosalega dense saga af því nú erum við komið með þetta lore og við þurfum að fara að breyta því í heim og það er ekki góð saga. Þú veist, þegar við komum með þetta er kóngurinn á þessum stað og þetta er prinsinn hérna og þetta er hvernig peningakerfin virka þannig að sagan það var ekki gangur, sko. Svo erum við búin að pröfa að fara, ég veit ekki hversu oft, fórum aftur bara á blaðsíðu 0 og
við erum með svona fundamental sannleika sem okkur langar að vinna með. Það hver Rinn hvernig aðalkarakterinn virkar, hún með sverð, hún með galdra, hvaðan komið sér galdrar, við erum með svar við því, eða við erum með Companion, við erum með Abram, við viljum þetta... Við viljum þessa dúósögu þeirra milli, sko, milli Rinn og Abram, þannig að það var svona grámda okkur, sko. Leið og svo dýnamík verður augljós fyrir okkur líka, þá er það bara fundamental, við þurfum að hafa hana. Þannig að allt annað verður minna heilagt og þú þarf bara að vinna út frá því að þú veist hver kjarniðinn og að hitt skiptir minna máli. Og þegar þú ert að vinna á þann hátt, þá endar á því að finna út hvað þú getur gert til að styrkja fundamentalana þína. Hvernig getum við sagt sögu sem Rinn sem hetju, dúóið og hvernig það highlightað sem best. Og þá fer að byggja upp frá kjörnunum hvað þú getur gert til að supporta þá sögu og benda öllu á það. Þannig að allt í sögunni fer að getum við búið til þennan karakter, já, en getum við látað þennan karakter haft eitthvað að segja hver Rinn hver Abram hvað þeirra samband Þróa þeirra plottlínu gegn, sko. Já, og þetta þau tvö og þannig verður kjarnaeiningin. Já, og það punktur hérna sem ég nefni oft tengt þessu líka að þú veist, þegar maður að skrifa svona sögu það er auðvelt að hlaupa bara beint í plottið, eða þú veist, en það þú veist, bara ef við tökum að því við erum að tala svo mikið Lord of the Rings hérna, að hérna, þú veist, ef ég myndi spyrja ykkur bara point blank, bara hvað gerist ef Sauron fær hringinn, hvað gerist ef þið fela, fæstir actually geta svaraði. Þú veist, það sem þeir eru í alvörunni saman eins og tölum þú veist, hvernig Rinn og Frodo líður, hvað þeir eru að gera. Þú veist, þannig að það það sem við erum að smíða bara hvernig þeirra vegferð, hvernig þeirra samband að þróast í gegnum söguna og hvað drama þeirra á milli og hvað at stake fyrir þessa karaktera. Þannig að það það sem við einbeitum okkur að. Þannig að leiðu við skiljum það þá við skiljum hvað at stake fyrir þá getum við svolítið mótað í kringum það því að þá eru komið kjarnan sannleika. Þetta gerist í leiknum. Ok, þá vitum við að þessi karakter myndi örugglega bregst við þetta verður næsta markmiði og svona vinnur þetta bara út, sko. En þetta er heilmikið vinna því maður þarf að ítra. En já, ég held að þetta sé svona stysta svar sem hægt að gefa skrifa svona langa sögu. Þetta er svo mikið svona, þú þekkir worldbuilding alveg smá, bara svona D&D og svoleiðis, en ég get ekki ímyndað mig hvernig bara svona að þú veist, maður þarf að réttlæta það svo ógeðslega mikið í svona sögu. Og það er líka sem að kannski leynist mörgum líka hvað þetta mikil saga, eða þú veist, í svona leik, af því að þú veist, þetta kannski 15 tíma upplifun sem þetta spilar að til og hérna, það bara ógeðslega mikið. Þannig að þú veist, þegar við erum að taka upp efni, þú veist, ég veit ekki hversu margir tökuta að vera með fyrir aðleikarana því að þú veist bara, þetta er bara eins og að taka upp heila Netflix-seríu. Já, sjónvarpsþáttasería lingóið sem ég nota alltaf og þetta kaplarnir eru líka eins og sjónvarpsþættir. Það þarf að kynna nýja mekaník, það þarf að kynna nýja sögubíts, hvernig förum við frá A til B, hvernig getum við látið þennan kapla, einn og sér, vera sín eigin sagamynd, sko. Þannig að það þarf að smíða það og þetta er svo mikið af upptökum, svo mikið af dialógi, þú veist, og svo náttúrulega fjölda leikari sem koma að þessi líka, þannig að Þannig við erum bara búið til eina Netflix-seríu og svo erum við að gera leikinn líka, skilur við. Brjálæðislega mikið hendur við saman og svo þurftum við að byggja alla tæknina fyrir þetta líka eins og motion capture verið og skönnunarverið til að búið til tölvugerða tvífæratits, doubles inn í leikinn. Þannig við þurfum að leysa hvert einasta vandamál. Við erum bara með blank, fólk talar með tómt blað og skrifa handrit, við erum með blank bara skjá og við þurfum að fylla inn í allt. Bara að setja grasstara inn í leikinn, það þarf einhver að búa til. Þannig að allt sem það þarf að gera, þetta brjálæg vinna, sko. Mikilvægasta spurningin í tölvuleikjum underwater borð. Ég veit ekki, eigum við að svara þessu? Ég held þess betra að þetta svara þess ekki. Ég held sko að það var í trailernum, þá augljóst að sjá að það bátur í leiknum. En hvernig hann kemur inn í leikinn ætla ég bara ekkert að svara fyrir sér. Þannig að það klálega, það er eitthvað vasttengt, en ég held ég skilja eftir það alltaf í bili. Ég held að það er meira svona Resident Evil 4. Skjóta á vatnið og það kemur hérna. Taka eina harpúnin á hvað heitir sjáskiptið sem eftir. Það var eitthvað heitir maður, það heitir eitthvað galið, allt í þessu. Svona... Captain Ahab, það ekki. Nei, ég var að tala um skrýmsli í restu tíma. Ég ætti að tala um Moby Dick. Já, sjáðu til, er ekki að tala um Moby Dick eftir Herman Melville. Það mér finnst persónulega ekkert svona ekki vera mikilvægt af því að hver leikur einstakur einstakt pródúkt búið til að fullt af fólki. En bara svona að því að við erum með ykkur hérna skilur, svona persónulegt. Hvaða leiki myndu þið segja að hafi haft áhrif á ykkur og fengi ykkur til að byrja að gera þetta yfir höfuð? Þú fyrst eða ég? Já, ég get sko, ég er rosalega mikið í svona fantasy, ég spila mikið D&D líka, ég er rosalega mikið í svona epic fantasy og svoleiðis. En þegar ég fer að spila töluleiki þá, og sérstaklega svona controller-ævintýraleiki, þá
er ég hooked inn í Uncharted eða nýja Spider-Man-leikurinn eða þessi sem eru með svona cinematic upplifun og hetjufantasíu, svona ofurhetjufantasíu, like, þú veist, Nathan Drake er ekki með ofurkrafta en hann er með ofurkrafta. Þú skilur hvað ég meina, þannig að það er þannig, svona heroic fantasíu, en síðan ertu með þessa persónulega angle líka sem er að tengja, og mér langar að vera manneskjan. Ég átti rosalega gaman af Wolf Among Us, til dæmis, bara út af empathíinu sem ég þróa með, sem ég þróaði með þarna aðalkarakterinn þar. Þannig að það fyrir mér er the juice. Já, ég held fyrir mig, sko, ég er algjör alda að spila bara alla leiki sem ég kem inn hendum á. En allan á svona topp einmitt þessi ævintýra sögurum leikir. Vist, ég get auðvitað nefnt hérna God of War, Uncharted, Last of Us, Jedi, báðir, Fallen Order og Survivor. Vist, þetta er svona mitt brauðsmjör, eða sem ég spila mest af. En ég myndi segja, þú veist, það er alltaf eitthvað að læra hvernig leik, þú veist, það er oft sem að spila mjög ólíkan leik, þú veist, þegar maður er að vinna í svona leik í langa tíma. Ratchet & Clank? Já, Ratchet & Clank eða eitthvað, þú veist, að þú veit að spila, þú veist, meiri segja, þú veist, ég opna Elden Ring og spila hann, og þú veist, þetta er ekkert sambærilegur leikur, þetta er allt annar leikur, en það er einhver hugmynd sem er oft yfirfæranleg, sem er ógeðslega sniðug, sem að þú getur aðlagað í þinn leik í allt öðru formi, en bara kjarna hugmyndin. Þannig að, þú veist, maður tekur innblástur úr alveg heilum helling, þótt að sé ekki augljósi staðurinn sem maður ætti að taka það, sko. Hvar sem þú ferð hana, sko. Ég man eftir að hlusta á Hamilton tónleikana og í COVID og við Magnús vorum að hittast þarna einhvern tímann og fá okkur pítsu eða eitthvað þegar var verið að létta á takmörkunum og ég var að tala með það er svo mikilvægt í Hamilton hvernig allt er þetta hérna, allt er ambition, öll lögin er ambition. Hvernig getum við gert þessa senu sem við vorum að eiga erfitt með, getum við gert hana kjarnasöguelementið. Þú veist, inspiration kemur hvað sem þú finnur það. Það þarf ekkert að vera tengt. En sko, hvernig er þá samt, þú veist, við talum svona hvað hefur áhrif á ferlið, þú veist. Hvernig er að vera að spila, þú veist, leiki sem eru að koma út á meðan þið eruð? Það er svo mixed feeling, sko. Já, komið svona, shit, moment yktum hann. Já, ég myndi segja, þú veist, sko, þegar við vorum að byrja, ég man svo vel eftir, þegar við vorum að byrja, þá átti ég ógeðslega erfitt, ég elska þessi leiki, minn allt. En þá átti ég ógeðslega erfitt með að spila á, því okkar leikur var ennþá svo stutt kominn, og svo spilaði maður ekki alveg fullmótað og maður bara, þú veist, bara alveg hérna. En svo, þú veist, eftir þess að leikurinn komast lengra, að þá átti ég miklu öðru með það. En ég myndi segja, þú veist, núna, þú veist, mér finnst svo gaman að spila leiki, mér finnst svo ógeðslega gaman að spila leiki og hérna, þannig að fyrir mér er þetta bara eins og að hlusta á aðra sögu, þú veist, ég er ekkert endilega stressaður að sjá að þeir gera eitthvað öðruvísi eða betur eða verri en eitt þannig, þú veist, mér finnst bara hver leikur með sitt eigin offering, sitt eigin statement og ég elska bara leikinn fyrir það. Þannig að þú veist, við tölum núna Expedition 33 sem var að koma út, þú veist, geggjaður leikur, en þú veist, ég ætla ekki að fara að segja við hann að gera turn-based í okkur, þótt ég elski hvað þeir gerir því, þú veist, að það var það sem ekkert fitt á okkur. Þannig að þú veist, ég myndi segja að það er svona ákveðið detachment þegar okkar leikur er komið, þú veist, sterkan ás og við vitum nákvæmlega hvað hann er og hvað gerir hann einstakann. Þá er maður minna áhyggjur af hvað aðrir eru að gera og hvað gerir þá sérstaklega, sko. Það var handriðsöfund sem ég verið rosalega mikið sem talaði að hún var að skrifa Father Ted og eitthvað og var að tala að til þess að búa til handrið þá þarf þetta er eins og að borða, þú verður að borða og svo verður að kúka. Þú verður að taka inn, þú verður að spila tölvuleiki, ég skilur hvað ég meina. Ég skilur það, ég veit bara ekki hvort ég er sammála. Þú verður að spila tölvuleiki og borða til þess að... Já, ég veit það, til að koma eitthvað út til meginn. Já. Það er þannig, ég meina, ef maður er fastur, þá er geggjað að spila bara tölvuleiki og fá hugmyndir, sko. Aðalega, höldum áfram. Við getum klippt. Þetta getur verið klippt út. Ég ætla ekki að klippa þetta. Nei! Það ætla ég ekki að gera. Þetta var mjög gott. Herðu, já, sko, bara svona, er eitthvað sem að þið viljið segja, sérstaklega? Trailerinn er komin út. Trailerinn er komin út. Ég getum allan að sagt að það er meira á leiðinni. Þetta var gaman að geta sýnt fyrstu stikluna, en það er klárlega mun meira efni. Við ætlum að vera mjög duglegir að pósta á samfélagsmiðla og YouTube okkar framleiðsluna af leiknum. Þannig að ef fólk hefur áhuga að sjá hvernig við erum að skanna jökul, þú veist, ef fólk vil sjá hvernig motion capture verið okkar er sett upp og hvernig við notum það til að taka upp gameplay animation eða cinematic animation, þú veist, alltaf þess að ferla, þá erum við að deila alveg helling úr því, þannig að fyrir það sem á áhuga meira að sjá verkinu endilega fylgja það, en svo munum koma líka meira efni bara úr til að sýna meira leiknum yfir tíma. En allan að, svo svona, frá mér þá er ég bara mest spenntur að
að bara byrja að deila því sem við erum búin að vinna á, eins og segja, maður er búin að vinna þessi leyndarmál svo lengi og ég bara, þú veist, við erum búin að vera alveg, þú veist, með þetta í humár, en ég er bara spenntur að sjá aðra að taka við því og þú veist, lakka til að heyra hvað fólki finnst, þú veist, mér finnst langskemmtilegast núna þegar maður fá fólk inn og testa, af því ég er búin að upplega, ég er búin að klokka 700 leiki síðan alfa í leiknum, þú veist, 700 tíma síðan alfa í leiknum og þú veist, þannig að fyrir mér er skemmtilegasti upplifun eiginlega að fá einhvern nýjan inn með fjastýringuna og uppgöta allt sem við erum búin að setja inn í leikinn í fyrsta skipti og vera bara, ha, wow, hvernig er þetta, þú veist, eitthvað, þú veist, það finnst mér ekki, en ég er mest spenntur bara fyrir að koma leikinn með hönd fólks og leyfa því að upplifa þetta, þú veist, sem leik, sem upplifun, sko. Tek undir allt þetta, bara hlakka til að heyra í kommentum eða whatever á þessi moment. Samfélagsmiðlum, já, að fá að heyra hvað fólki finnst og byrja að heyra fólk bregðast við þessu sem við erum búin að vera að vinna í svona langa tíma. Já, og bara fólk bregðast vel við líka, þú veist, við erum ógeðslega spenntir yfir þessu. Já. Frá okkur sko, þá náttúrulega, úst, við höfum fengið að pleyta þetta aðeins fyrir nokkuð löngu síðan, ég man ekki hvernig það var. Já. Og að horfa á trailið núna, þú veist, það er bara svo gaman að vera. Við erum að missa kamerið. Við erum í viðarskoti. Já. Bara svona, bara rétt á lokin, það er bara svo gaman að sjá, þú veist, hérna, að hafa að fylgjast með þessu, að vera að fá svona glefsur inn í, þú veist, hérna, ferlið svona á og til og svo fá að sjá trailin, þannig að þú veist, ég skil ykkur mjög vel. Já. Þið komið náttúrulega inn að testa hjá okkur, þú veist, eins og segir, fyrir svolítið tíma og svo hefur þú komið meira nýlega og séð, þú veist, hvernig hlutinni þróast yfir tíma, þú veist, frá því að vera bara kannski hvítir kassar og kláraðir hlutir og þú veist, og svo kemur þau núna og sérðu ákveðið fyrir að taka brjálæðislega heildarmynd. Þannig að ég get alveg ímyndað mig fyrir því er þetta, þú veist, allt í einu bara svona svolítið stökk að sjá hvernig leikurinn þróast, sko. Ekki bara? Ég held það. Bara ógeðslega spenntur. Sjá meira á. Við erum mjög spennt öll hérna hjá Myrkur að senda frá okkur meira efni og bara deila þessu ævintýri með öðru fólki. Fokk já maður. Þá bara, við vorum að missa henni myndavél, þannig að við ætlum að fara að sluta þessu. En takk alveg kærlega fyrir að bjóða okkur í heimsókn. Þetta er búið ógeðslega áhugavert og bara hlökkt að sjá meira. Tjekkið endilega á trailerinn ef þið eru ekki búin að því þá þegar. Kíkið á Myrkur á YouTube og tjekkið á náttúrulega öllum socials, bæðið hjá þeim og okkur. Það verður smá svona, við ætlum að elda aðeins, smá cookery. En hérna, já, takk aftur fyrir að fá okkur í heimsókn og bara hlökkum til þess að fara að sjá meira. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega.